Fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur verið gríðarlega mikil eins og við vitum og það sem þau eru náttúrulega að sækja í er náttúran lang oftast. Það er segullinn á Ísland, það er viðkvæm náttúra og óbyggðir og þess vegna þurfum við að stýra álagið þannig að þessi ágangur hafi ekki áhrif á náttúrun okkar. Það er hægt að beita alls konar álagsstýringu. Einfaldasta dæmi er kannski uppbygging innviða sem þá stígar eða pallar eða eitthvað slíkt sem stýrir fólki hvar það gengur svo að það sé ekki að stíga út í viðkvæma gróður eða viðkvæma náttúru. Nú síðan er alls konar upplýsingagjöf og er þá helst að nefna okkar frábæri landverði sem að taka á móti fólki á áfangastöðunum og leiðbeina þeim og vísa hvert er best að ganga. Síðan er hægt að náttúrulega nálgast upplýsingar á ýmsum stöðum eins og bara á netinu eða á skiltum eða annars staðar. Síðan er einhvers konar dreifing ferðamanna að því oft er vandamálið einhverju toppar sem að koma á áfangastæðina og þá er góð leið að reyna að dreifa þeim til dæmis með fjölgun stoppa á leið ferðamannsins eða þá einhvers konar bókunarkerfi þar sem er hægt að stýra því hversu margir eru á hverjum tíma. Landmannalaugar hafa lengi verið vinsælasti áfangastaður ferðamanna á miðhálendinu og þar hefur lengi verið mikið álag af völdum þeirra. Þannig síðustu árum hefur farið í miklu uppbyggingu á göngustígum og bættri stýringu, aukinni landvörslu og upplýsingagjöf sem hefur svo sem skilað sér því að við höfum ekki miklar áhyggjur af svona álaginu beint af völdum ferðamanna. En eftir stendur að bílar eru of margir í Landmannalaugum og bílastæðin ber ekki þann fjölda af bílum sem eru að koma þangað daglega yfir háun og við því þurfum við að bregðast og stýra. Við getum talað tvenns konar álag á náttúruna, það er þetta sýnilega og ósýnilega álag. Og sem dæmi sýnilegt álag er náttúrulega við sjáum að gróður liggur undir skemmdum, það myndast jarðvegsrok sem hefur áhrif á ásýnd svæðisins. En svo er líka að við ekki gleyma þessu ósýnilega álagi og dæmi það er til dæmis, við getum nefnt refurinn í Snæfellsjökulsþjóðgarði þar sem að ferðamennir reyna að lokka hann til sín, gefa honum fæði sem verður þau áhrif að refurinn fer að treysta á ferðamenn fæði og þar með læra yrlingarnir ekki að veiða. Álagsstýring og innviðuppbygging getur leitt af sér nýjar áskorunir og sem dæmi það maður nefna Skógafoss og Skógaheiði að þar var náttúrulega byggðar þessar tröppur upp með fossinum til að búa til nýjan áfangastað fyrir ofan fossinn og í kjölfarið fór fólki í miklu meira mæli upp á Skógaheiði sem að leita af sér nýjar áskorunir þar og við því var brugðist með stígagerð yfir nokkur ára tímabil. Þannig aðstæður eru mun skaplegri. En í kjölfarið því hefur álagurinn bara færst ofar og ofar á heiðina. Innviðuppbygging er ekki svarið við álagi á öllum áfangastöðum. Ef við tökum Hornstrandir sem dæmi, sem við stýrum sem wilderness-area eða óbyggðum víðernum, að þar erum við að vernda umhverfi og lífríki fyrst og fremst og það er í fyrsta sæti á meðan að gesturinn er í öðru sæti og með því að vera með mikla innviðuppbyggingu á slíkum svæðum erum við ekki bara að breyta umhverfinu, heldur líka upplifun gesta á svæðinu. Á svæðum þar sem að innviðuppbygging er ekki fyrirhuguð þurfum við að horfa á aðra þætti, samanber stýringu gesta, getum við dreift gestum betur eða í versta falli þurfum við hugsanlega að takmarka fjölda gesta á álagstímum. Eins og staðan er í dag höfum við mjög litla eða nánast enga möguleika á að takmarka gestafjölda og við þurfum að finna leiðir til þess að fá heimild til þess að fara í slíkar áætlanir en það er ekki eitthvað sem við gerum ein og sér. Þetta þarf að vinnast með landeigendum, með ferðaþjónustuaðilum og öðrum hagsmunaaðilum með verndun svæðisins að leiðarljósi. Eins og staðan er í dag höfum við ekki tækifæri til þess að takmarka gestakomur þó svo að veðurfar sé mjög óhagstætt og samanber sumarið í ár þar sem við vorum að kljást við mjög erfitt veðurfar og ferðaþjónustuaðilar höfðu jafnvel áhuga á að takmarka gestakomur að þá eru allir einhvern veginn með áætlun og fólk ætlar að koma, það trúir okkur ekki að ástandið sé jafn slæmt og það er. Þannig að við þurfum að fá eitthvað í reglur
Ég held að við séum komin á þann stað að það sé tímabært að setja fjöldatakmarkanir á ákveðna áfangastaði, sérstaklega innan viðkvæmra lífríkissvæða, þar sem að náttúran viðkvæm fyrir miklum gestafjölda og við sjáum að undanfarin ár hefur gestafjöldi aukist töluvert mikið á mörgum slíkum svæðum og þar þurfum við að horfa til reynslu annarra þjóða þegar kemur að því að finna reglur sem eru sanngjarnar og valda ekki í vandræðum. Jú, gestir hafa að sjálfsögðu áhrif á náttúruna mögulega ef það er ekki álagsstýring, en við þurfum líka að hugsa bara hvernig gestir upplifa sig í náttúrunni og á áfangastöðunum. Að þeir séu ánægðir og upplifa ekki einhverja mannmergð í kringu sig, heldur upplifi það sem að þeir sóttust eftir sem náttúran á Íslandi.